Heyrðu, nei, býtu, ég ætla að fá hérna fundar. Já, þetta upp hérna svona, já. Gjörðu svo Alright, vel. heyrðu, þá bara hérna, þá bara setja fundin, erum við komin í live útsendingu Við á kannski Facebook? getum við hingrað í 10 sekundur. Já, Já. það ekki komið. Við erum, sem sagt, við förum gegn YouTube, þetta svona aðeins öðruvísi en vanalega. Nú. Það víst stærri fundur sem að blokka okkur. En varðandi kommentin, hvernig? Þau ættu bara geta komið með sama hætti, sko. Ok. Ég held að þetta að hafa ykkur opið, hafðu líka YouTube, þetta er að kommenta bæði á YouTube og síðan undir á Facebook. Ok. Það ætti að vera komið, gjörðu svo vel. Já. Ok. Heyrið þið mig, þá hérna býð ég ykkur bara velkomin á 19. fund íbúðarráðs Háletis og Bústaðahverfis. Núna 24. júní klukkan 16. Við göngum bara til dagskrár. Fyrsta mála dagskrá spennandi kynning, verkefni á vettvangi þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háleitis, meðal annars þróunarverkefni Tengivirkið. Og ef ég skil stöðuna rétt, þá hún Helga Margrét sem ætlar að byrja og hún Kristín Olga tekur svo við og fjallar nánar Tengivirkið, en þið kynnið þetta betur sjálfar og ykkar. Gjörðu svo vel, Helga Margrét. Já, komið sæl. Ég heiti Helga Margrét og starfi í þjónustumiðstöðinni sem verkefnastjóri félagsauðs og forvarna. Og ég ætlaði aðeins að segja ykkur bara svona smá fréttir úr félagsauðsgeiranum og það var mjög ánægjulegt núna í maí þegar Foreldraþorpið, sem samráðsvettvangur foreldrafélaga í Laugardal og Háleiti, var tilnefnt til foreldraverðlauna heimilis og skóla sem mjög sérstakt verkefni þar sem að foreldrafélögin hittast alltaf reglulega og svona erum við ýmis samstarfsverkefni sem þau gera saman, fræðslu, fyrirlestra og annað, því að þau svona að passa reynslan detti ekki út þegar er alltaf nýtt og nýtt fólk í stjórnum foreldrafélagana. Þannig að Guðrún Elísabet einmitt ein af þeim sem að fundar reglulega með okkur og hérna þarna í ráðinu hjá ykkur, sem mjög gott að þetta bakland hafi tengst inn í íbúðaráðin. Þannig að þetta var góð frétt. Svo önnur frétt og það það svona málefnum hverfisins að það komin gata í Bústaðahverfinu, Hlíðagerði, sem búin að samþykkja nágrannavörslu og það var ótrúlega flott verkefni hjá íbúum í þessari götu, Hlíðagerði. Þau hittust og skrifuðu öll undir þátttöku. Svo var haldinn fundur í Hæðagarði með lögreglunni þar sem farið var yfir svona þessa helstu þætti og það komnar upp merkingar í þessari götu ef þið eruð á göngutúr og þá sjáið þið merkinguna líka við göngustíg sem svona við miðja vegu götunar. En það sem við ætlum aðeinslega að segja ykkur frá það að innflytjendamál hafa verið mjög mikið á dagskránni hjá okkur í þjónustumiðstöðinni og hjá okkur sem erum að fjalla félagsauðinn. Og við þið vitið að velkominverkefnið það hefur verið kynnt áður fyrir ykkur. Það sem sagt verkefni sem þannig að þegar barn skráð í skóla í okkar hverfum sem með annað tungumál en íslensku, þá fer af stað ákveðið móttökuferli og við í þjónustumiðstöðinni komum inn og kynnum hverfið og svona helstu menninguna og helstu svona stoðir kerfisins í hverfinu. En sem sagt við sóttum í þróunarsjóð innflytjendamála styrk til þess að búa til verkefni sem við köllum Tengivirkið og sem hún Kristín Olga ætlar að segja okkur frá núna. Það þannig að öllum þjónustumiðstöðunum búið að ráða svona sumarstarfsmenn sem heita núna menningamiðlarar, en Kristín Olga var einmitt svoleiðis starfsmaður í fyrrasumar og við vorum svo heppin að fá hana inn í Tengivirkið og hún ætlar núna að segja ykkur nánar frá því. Gjörðu svo vel, Kristín. Takk fyrir. Hæ, ég heiti Kristín Olga og umsjónarmaður verkefna í Tengivirkinu. Það sem fyrir segir þróunarverkefni
og það sem megin markmið okkar er að valdefla og virkja fólk með annað móðurmál en íslensku í hverfinu og þá á aldrinum 16 til 25 ára. Og við ætlum að setja af stað umræðuhópa þar sem við hittumst og kynnumst þessu fólki og spjöllum saman og þar getum við einnig aðstoða þá sem hafa áhuga á því að komast í frístundastarf, svo sem íþróttir og tómstundir, auk þess sem að við getum aðstoða varðandi umsóknarferli fyrir framhaldsnám, sumir hverjir eru ekki á leiðinni í skóla eftir grunnskóla eða vilja sækja frekari menntun eftir það og þá getum við aðstoða með það og við atvinnuundirbúning, svo sem gerð ferilskráar, kynningarbréfs og bara við umsóknarferli, hvernig það ferli virkar og hvað er best að hefja það. En við leggjum samt mest áherslu á það að bara hafa það skemmtilegt saman og kynnast því sem að hverfi hefur upp á að bjóða og við erum í samstarfi við Borgarbókasafnið þar sem að við getum nýtt aðstöðuna þar og af því það er svona menningarhús og við getum kynnt þá það sem að Borgarbókasafnið býður upp á og auk þess sem að Hitthúsi hefur líka verið að aðstoða okkur og þar sem að við héldum opnunarhátíð verkefnisins í gær og héldum hana í hinu húsinu þar sem að við vorum búin að finna alls konar fyrirtæki sem að vildu styrkja okkur með mat og drykk og vinningum fyrir happdrætti og fengum til okkar skemmtilega gesti, þau Said Kanoli og Isabel Alejandra Díaz. Þau komu og voru með stuttan fyrirlestur og svo kom Logi Petro og söng nokkur lög. En það var rosa skemmtilegt hjá okkur í gær og þá svona settum við af stað verkefnið, fengum skemmtilega fullt af þátttakendum og erum líka með lista yfir fólk sem við höfum haft samband við sem hefur áhuga að vera með í verkefninu. Og við erum að stefna á að bara byrja á umræðuhópann í næstu viku og þá ætlum við að hittast sem sagt vikulega og bæði aðstoða og kynnast hverfinu og gera eitthvað skemmtilegt saman. Ég vinn í þessu ásamt Ahmad sem kemur frá Palestínu og er grafískur hönnur og við verðum í þessu saman í sumar, auk þess sem það eru 2 sumarstarfsmenn sem voru ráðnir inn sem menningarmiðlarar og hafa verið að aðstoða okkur auk þess sem þau eru í öðrum verkefnum og þessir starfsmenn eru önnur er hálf rússnesk og hinn kemur frá Kólumbíu þannig að við höfum fjölbreyttan starfsmannahóp og aðgengi þá að fleiri tungumálum til þess að ná til fjölbreyttari hóps af fólki og auk þess sem að við höfum nýtt okkur túlka sem að tala þá önnur tungumál sem að við höfum ekki kunnáttu á. Já og opnunarhátíðin hún gekk alveg ótrúlega vel og við erum bara mjög í rauninni jákvæð fyrir framhaldinu og höfum fengið bara mikill áhugi fyrir þessi verkefni, sérstaklega þar sem að margir hverjir vilja vera virkari þáttakendur, komast í íþróttir og í fávinnu og aðstoð við bara að koma sér af stað í félagslegri virkni og við höfum verið að tala við grunnskólana varðandi þá sem voru að útskrifast, verið fara upp í fjölbrautaskólann í Ármúla þar sem að við höfum talað við stjórnendur AM-brautarinnar sem stendur fyrir annað móðurmál og þau hafa dreift efni til sinna nemenda og þannig höfum við svona náð að kortleggja fólk af erlendum uppruna í hverfinu okkar og stuðla að félagslegri þátttöku og virkni fólks af erlendum uppruna. Og já, á þennan hátt þá höfum við náð að vinna að svona aukinni samfélagstúlkun fyrir nýja íbúa í hverfinu og við munum þráttur að þetta verkefni sé aðallega fyrir 16 til 25 ára þá er markmiðið að setjast að foreldrahópa og vinafjölskyldur. Og í lok sumars langar okkur að hafa svona þjóðarhátíð þar sem að fólk kemur frá öllum þjóðum í hverfinu og getur kynnt sína menningu með mat, tónlist og list og getum gert okkur glaðan dag saman. En
já, þetta bara allt að fara af stað og bara endilega ef ykkur dettur ykkur í hug eða ykkur hafa áhuga þá hægt að hafa samband við okkur fyrir frekar upplýsingar. Við erum komið með Facebook síðu líka sem að heitir bara Tengivirkið og við köllum þetta á ensku COCO eða Connecting Communities og það bara að gera að hafa samband fyrir frekar upplýsingar. Takk fyrir. Frábært, heyrðu, tengivirki, ég googlaði það strax, er það ekki tengivirki.is þá eða? Nei, það bara á Facebook. Það bara... Það er Facebook síða, ok, já. Heyrðu, frábærlega áhugavert verkefni, mjög spennandi og bara til hamingju með þetta. Eitthvað sem einhver annar vill segja? Ég ætla kannski aðeins að bæta við þetta að þau eru búin að vera svo ótrúlega dugleg og við erum náttúrulega bara að reyna að gera allt sem við getum til að reyna að komast í samband við fólk af erlendum uppruna sem býr í okkar hverfum. Og Ahmad sem hún nefndi grafískur hönnuður og við erum að reyna að útbúa svona mjög myndrænt, flott og víðtækt svona myndefni hverfin okkar. Hvað einkennir menninguna í Háaleiti bústaðir? Hvað einkennir skólana, hvernig eru útivistarsvæðin, hvar eru rólóar fyrir fjölskyldur eða börn og hvar hittist fólk og ambassadórar eða svona sendiherraverkefni þannig að Kristín Olga að útbúa sér sendiherra, þetta með fyrir arabískumælandi, spænskumælandi og það séu svona fulltrúar og það ótrúlega og bara við viljum endilega komast í meira samband við íbúaráðið og íbúasamtökin að við finnum út og þróum þetta verkefni betur. Þannig að allir íbúar gerir sér grein fyrir því að innflytjendum í okkar hverfi hefur fjölgað og við þurfum einhvern veginn að taka vel á móti þessu fólki og vera viljuga að kynnast þessu fólki og að þau kynnist okkur. Nákvæmlega. Fleiri sem vilja tjá sig eða leggja orðið belg? Ég vil bara leggja orðið belg. Mér finnst þetta alltaf að vera sama tuggan einhvern veginn alltaf þegar þjónustumiðstöðin kemur og getur maður ekkert annað sagt en bara frábært hjá okkur. Bara þetta hljómar ótrúlega vel og virðist vera bara ótrúlega vel úthugsað. Maður sér að þeir eru að greinilega kynna ykkur hvernig þau hefur verið gert annars staðar og læra af því hvernig þetta hefur unnið og mér finnst þetta bara frábæra fréttir ég var að reyna að rifja upp kynninguna hennar Kristín Olga frá því fyrra og maður fer sér skilur hvernig þetta er mjög svona beinu framhaldi af því og ég bara ótrúlega ánægilegt að heyra þetta bara til, eins og Dóra segir, til hamingju með þetta verkefni bara. Takk fyrir. Já, þetta í rauninni bara beinu framhaldi af kynningunni frá því fyrra. Þá vorum við að tala að það vantaði meiri virkni og meiri tengsl, þannig að tengivirkið kemur akkurat þar inn. Frábært. Kannski eitt hefur þetta eitthvað verið auglýst á 108 hverfisíðunni? Nei, það Facebook-hópur? Já. Og mjög virkur. Ok. Ég er búin að sækja þangað. Ég mæli eindregið með að varpa síðan eitthvað þangað inn og svona stuttri kynningu. Já. Og eins spurning hvort þið séu að auglýsa eftir einhverjum úr hverfinu til að sækja fundi og eru þið að auglýsa eftir fólki á stefnumót við þetta fólk? Eru þið með einhverja viðburði upp á kynningu og tenginguna? Eða þetta meira svona stuðningur fyrir þá sem eru nýbúar að koma saman og eiga samtal við ykkur eða? Þetta í rauninni ekki bara nýbúar, en þetta aðalega þá fólk með annað móðurmál í íslensku og við ætlum að hittast í svona litlum hópum saman. Í gær var í rauninni svona opnunarhátíð sem við leyfðum bara öllum að koma sem hefði áhuga líka þá Íslendingum bara að koma að sjá hvað við værum að gera og þau getur bent þá fleirum á. En framvegis þetta þá aðalega svona minni hópar, svona hópamyndun með einhverju dagskrá og svona, já. En rosa gott að vita þessari Facebook-síðu, hvað segir hún? Hún heitir 108... Hverfisíða. Hverfisíða, já.
Já. Svo erum við náttúrulega svona í framhaldinu að því að FA eða Fjölbraut í Ármúla er með stóran hluta af ungmennum af erlendum uppruna og að sjálfsögum munum við reyna að óska eftir sjálfboðaliðum eða þáttakendum að koma í hópana. En við erum fyrst og fremst til að byrja með Kristín Olga fyrst og fremst að reyna að líma saman hópa og reyna að rjúfa félagslega svona einangrun margra. Og þetta tekur ótrúlega langan tíma og hvernig þetta er bæði flóttamenn og svo bara eins og maður segir venjulegir innflytjendur. Þetta er ótrúlega stór hópur og foreldrar sem eiga börn í íþróttum og svona hafa náttúrulega aðeins byrjað að mingla eins og maður segir og við höfum lagt ofuráherslu að efla þátttöku í frístundastarfi barna af erlendum uppruna sem að oft er svolítið flókið mál og dýrt og það er ekki nóg að tómstundastyrkurinn hann bara dugar kannski fyrir einhverjum æfingum hálft árið en síðan eru ferðalögin sem að eru mjög dýr og svona við erum svolítið að reyna að útskýra þessa íslensku menningu þar sem að svona allt þorpið tekur þátt í uppeldinu. Þetta er framandi fyrir mörgum. Nákvæmlega. Ef að maður sem íbúi vill einhvern veginn tengjast verkefninu, skulum við segja. Bara svona, já, en spennandi, mig langar að gera eitthvað. Hvað getur fólk gert? Já, það er eins og þú hefur stundum komið inn á, Dóra, að þú náttúrulega kynntist þarna fjölskyldu af erlendum uppruna og það er fyrst og fremst munum við leita í haust eftir foreldrum og fjölskyldum sem vilja taka þátt í vinafjölskylduverkefni sem er ótrúlega gefandi. Ég þekki það af Suðurnesjum hvað það gaf rosalega mikið. Að fjölskyldan sem var vinafjölskyldan, það var bara vinn-vinn á báða bóga. Þannig að það er hægt að bjóða sig fram svona sem einhvers konar sjálfboðaliða. Já, og vinafjölskylda. Það verður mjög líklega unnið í gegnum foreldrafélögin. Ég gerir ráð fyrir því að við munum vera með foreldrafélögunum í því. Og einnig í haust þá bara að kannski 16 til 25 ára íslensku ungmenni sem hafa áhuga að vera sjálfboðaliðar í þessu að taka þátt í hópunum af því að það er markmið okkar að bæði að tengja þvert á menningarhópa og þannig að fólk kynnist líka Íslendingum. Og fáið tækifæri til að æfa sig í íslensku. Það er eitthvað sem við þurfum líka að bæta okkur. Sjáum nú þessa þætti sem hafa verið í sjónvarpinu undanfari að maður skuli alltaf einhvern veginn byrja að tala ensku. Þannig að sem voru gær á línulegri á RÚV, alveg brilljant þættir. Já. Já, bara spennandi. Ég ætla að fylgjast með þessari Facebook-síðu. Frábært. Það er svo rosalega mikilvægt að við förum öll að kynna hverfið okkar. Við þurfum öll að vera meðvituð hverfið okkar. Hvað einkennir hverfið okkar? Hverjir eru styrkleikarnir og hvað er sérstakt við að búa í Háaleiti bústaðir eða Laugardal eða eitthvað? Það er náttúrulega mjög mikið að grænum svæðum og alls konar starfsemi sem að maður á bara að lýsa upp. Er eitthvað meira sem við getum gert í íbúaráðinu? Sérðu fyrir þér að sérstaklega þú, Helga, nú þekkir þú starfsemin okkar og svona þekkir það ramma sem að við getum störfað innan sem við kannski öll mættum nýta stundum enn betur okkar svona tengslanet, en sérðu eitthvað fyrir þér að við getum gert eitthvað meira eða öðruvísi, kannski svona í haust? Við náttúrulega viljum endilega að þetta fólk viti hvað er að vera virkur borgari í Reykjavík, hvað eru íbúasamtök, hvað er foreldrafélag, hvernig fæ ég upplýsingar þetta allt og við erum að reyna að útbúa efni, svona kynningarefni ýmislegt svona annað en bara, þú veist, rafræn Reykjavík eða frístundakort. Bara líka hvernig er að búa í þessu hverfi, hvernig get ég tekið þátt í hverfi mitt, hvernig get ég tekið þátt í hinu og þessu. Þannig að kynningarefni og upplýsingamiðlun er það sem að íbúaráðið getur gert og íbúasamtökin og foreldrafélögin. Það er fyrst og fremst að kynna eins og fyrir foreldrar með erlendum uppruna, hvað er að vera bekkjarfulltrúi, þarf ég að vera það? Eða hvað fæ ég út úr því? Hver er ávinningurinn af því að starfa með skólanum? Og alls konar svona kynningarefni sem við þurfum virkilega að setja fram og með hjálp íbúaráðs og íbúasamtaka. Ok, við tökum þetta bara til okkur og höfum þetta í huga og endilega allir að læka síðuna
og hérna þú, Kristín, það er bæði sko 108 Reykjavík, að þú bara leitar í Facebook og 108 Reykjavík, þá sérðu 108 Reykjavík hverfagrúpa og svo líka íbúar í Háaleitis-hverfi. Já, ok. Já, það er hin grúppan sem er svona meira hún er fámennari en hún er auðvitað mikilvæg þar. Má ég koma með hugmynd? Jöp. Ég 16 til 25 ára ungmenni gætu líka sótt í hverfissjóðina að halda eitthvað hverfisviðburð saman. Já. Það má endilega reyna. Við erum einmitt búin að vera að velta þessu fyrir okkur, líka bara vantar tengivirkið. Tengivirkið sjálft er bara með svo litla fjármögnun. Að við viljum endilega reyna að halda áfram að fá að hafa Kristínu Olgu og fleiri viðburði, og það er kostnaðarsamt náttúrulega að vera, það þarf að vinna þessum umræðuhópum. Við erum með hugmyndum að stofna barnakór og ýmislegt sem að við einmitt ætlum að fara að sækja í. Frábært. Ef ekki alveg einhvern pening eftir, Heimir, manstu það? Ég er ekki alveg með á taktinum, en það er, ég held að það sé drjúg upphæð. Já. Drjúg upphæð, heyriði það? Þetta hljómar allavega mjög styrkvænt, svona viðburðar þessu tagi, og einmitt að blanda fólki saman. Þá eru fleiri sem vilja leggja orð í belg? Það þakkaði ekki bara kærlega fyrir, þetta er bara frábært, og við erum held ég öll búin að læka eða gera það eftir, og þú deilur þessu á síðunum, þannig að íbúarnir geta kynnt sér þetta líka. Og kannski svona fókusa svolítið á það hvernig fólk getur ekki bara fengið upplýsingarnar, heldur hvernig fólk getur tengt sig inn í verkefni sjálft, hafið áhuga. Ok. Þá þakka ég bara eitthvað kærlega fyrir og geng til næsta dagskrárliðar sem er svar skólafrístundasviðs við fyrirspurna íbúðarráðsins og stöðu mála vegna leikskólaplássa í hverfinu. Þetta er, hvað ég að segja, kannski örlítið fyrirsjáanlegt plagg að því leyti að við vitum og vorum sem búin að frétta af því að það veri ýmiss konar uppbygging í gangi, og ég á nú vonað að þið hafi kíkt á fundagögnin. Við spurjum það hvort eftirfarandi staðhæfingar væru réttar, og svarið er í rauninni ekki svo ýkja langt. Ég held ég lesi það bara. Reykjavíkurborg hefur unnið markvisst að endurbótum og stækkunum leikskóla í borginni undanfarin ár. Hvað varðar Háaleitis og bústaðahverfið, þá er fyrirhugað að stækka leikskólann Kvistaborg árið 2022. Verður þar aukning 16 leikskólapláss. Einnig er fyrirhugað að opna nýjan leikskóla í Safamýri fyrir 90-95 börn árið 2022, þar að segja næsta ári líka. Hvað varðar inntöku barna í Furuskóg, þá er yngsta barn án forgangs fætt í júlí 2019 og yngsta barn í Kvistaborg án forgangs fætt 2018. Ekki ljóst hvenær hægt er að bjóða öllum 18 mánaða börnum pláss í leikskóla í hverfunum, en með tilkomi nýs leikskóla í Safamýri verður talsverð fjölgun á leikskólaplássum sem hefur áhrif á framboð og mögulega flutning barna milli skólahverfa. Að lokum er vert að nefna mikil áform uppbyggingu leikskóla hjá Reykjavíkurborg, fyrirhugaður að opna ungbarnaleikskóla í Bríetatúni fyrir lok árs fyrir 60 börn á aldrinum 12 til 36 mánaða, og einnig er búið að samþykkja í borgaræði kaup á 100 til 110 einingar og færanlegu húsnæði og 2 leikskólarútum til að geta boðið ný leikskólapláss á næsta leikskóla ári, þar sem biðlistar eru hvað lengstir. Þessar framkvæmdir munu stuðla að því að börn komist fyrir inn í leikskóla í sínu íbúðahverfi. Ég ætla bara að gefa orðið laust. Ég hef engar sérstakar athugasemdir. Þetta er í rauninni alveg ágætt svar, en ef þið hafið athugasemdir, finnst þið kannski að einhverju sé ekki nógu vel svara, þá endilega tjáið ykkur, gjörðu þess vel. Ég var gott að fá að heyra líka bara, maður vissi af uppbyggingunni í Safamýri, það var gott að fá að heyra einhver tímaramma í kringum það. En vitið þið eitthvað þessi færanlegu leikskólapláss og þessa leikskólarútu,
fyrir hvað stendur leikskóla rútan eiginlega? Ég hef aldrei heyrt af henni áður. En hljómar eins og ágætis hugmynd þar sem að til að geta búið upp á ný leikskólapláss til að þar sem ástandið er hvað verst, en ég veit ekki meir. Já. Var ég var að standa og fabulir eitthvað. Já, ég er svona að velta fyrir mér. Ég sé fyrir mér einhver svona rútu eins og Guðmund Jónasson eða kynnisferðir eða eitthvað, en ég hugsa að þetta hljóti nú að vera frágengi þannig að þetta sé viðunandi fyrir blessu börnin, en bara ég hef aldrei heyrt um þetta. Ég var þegar ég var í Danmörku þá var dóttir mín í leikskóla sem það þurfti að fara í framkvæmdur á leikskólanum, og meðan þá voru þau í það sem kallað útflúgsleikskóli. Þá sem sagt voru þau sótt með rútu og þá var keyrt með upp í sveit á hverju morgni, sko. Og svo var mjög indælt, því að þau voru bara að leika sér í skógum og tjörnum allan daginn, en ég veit ekki hvort að það sé eitthvað pæling. Ég svo sem þetta var bara í fréttu núna fyrir einhverjum örfáum misserum síðan. Þá sem sagt var þetta til að þess efnis að minni samþykkt í skóla og frístunduröð, og þetta er einhver svona útgáfa af því sem Gústaf var að tala um. Þetta er einhverja sér útbúnar rútur og eitthvað sem ég kann ekki alveg að skila á akkurat núna, en það væri hægt að nálgast þetta með einföldu móti á netinu hjá upplýsingaröðum. Spurning hvort að hugmyndið sé að tengja eitthvað við íþróttafélögin og bjóða upp á eitthvað starf á leikskólatíma eða? Ef þið eru að tala um rútudæmið, þá held ég að sé mjög óþroska fyrir ekki að þið þurft að taka símanörstuð. En ég tek undir með Heimi, það væri réttast bara að kalla eftir bara svona minnisblaði frá skóla og frí, bara þannig að allir vissu út á hvessar hugmyndi gengu. Og þið vitið eins og við sátt að setja leikskóla á Hringtorgið og Hagatorgi, það er búið að falla frá flýskilíði, þannig að ég held að sé bara réttast að kalla eftir einhverju minnisblaði. Já, það má alveg gera það, við erum saman að það, en þetta er auðvitað ekki kannski eitthvað sem að snýra okkar hverfi, en ef að fólk er almennt spennt fyrir því að vita hvað þetta þýðir, þá er það svo sem mér að meina lausu. Langi biðlista með komast inn á leikskólanum? Já, það fer alltaf það er misjafnt eftir hverfum. Það eru svona alltaf sum hverfi, það er ekki alltaf fyrirsjáanlegt, sem verða alveg svona sérstaklega, ef má orða það svo, barnþung. Og stundum er það kannski önnur hverfi heldur en gert hafi verið ráð fyrir. Út frá einhverjum svona líffræðilegum pælingum og uppbyggingu og áætlunum hvað börnin safnist fyrir, sko. Þannig að já. En viljum við ræða þetta nánar? Þá lít ég svo bara á að þetta svar liggi fyrir og sé kynnt. Næsta mál á dagskrá, 3. mál, bréf umhverfis- og skipulagsstöðu vegna auglýsingar að tillögu aðalskipulagi. Þetta eru þetta risamál og við höfum fjallað þetta bara nokkuð oft, held ég, framlengingar, þessar breytingar vegna auglýsingar og tillögu aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins 2040. Sko, við erum búin að fá svona kynningu og fjalla ýmis svæði og reiti innan okkar borgarhluta. Aðalskipulag Reykjavíkur 2040 tillaga, ég held að þetta sé 275 síður, sem ég væntanlega gera ráð fyrir þau hafa öll lesið mjög vel fyrir þennan fund. En ég velti fyrir mig hvort við ættum að opna kannski þarna stutt yfirlit yfir helstu breytingar, sem er svolítið þægilt skjal að því leyti að það eru bara 3 síður. Hérna eru sko okkar, hérna er hægt að sjá nokkuð greinilega okkar borgarhluta, helstu breytingar. Og þetta eru, eins og ég hef nefnt áður, þetta eru allt svæði sem við erum búin að fjalla
Háleiti bústaðir, Hálendisbraut 12, nýr íbúðareitur og Kjarni, Stóragerði, Framsvæði, Miklabraut í Stokk, Kringlan, svo erum við komin yfir í Breiðholt. Það sem að ég velti fyrir mér hvort við ættum bara að nota tækifærið enn og aftur að minna á Framsvæðið eða hvort ég hefði svona séð fyrir mér að við gætum bókað, sent inn bókun, ítrekað það enn og aftur að tekið verið tillit til hugmynda og óska íbúa að uppbyggingu fallegs almenningsgarð á Framsvæðinu. Af því svo hef ég heyrt að þessi íbúðabygging sem stendur að nýr íbúðareitur við Framsvæðið, að þetta sé eigi að byggja þar sem nú er bensínstöð og svo síðar yfir Stokknum en ekki inn á svæðinu. Ég hef hins vegar ekki séð neina teikningar, ég held að liggi engar teikningar fyrir, þetta er allt í einhverju þróunarferli. Þannig að þetta var svona hugmynd sem ég hafði, hvað segið þið? Heyrðu, fyrirgefið, ég er í smá vandræðum, ég verð örstutt að taka símtal en endilega taliði. Ekkert mál. Í þessu plaggi er nú talað að akkúrat framreitur verði íbúðabyggð og almenningsgarður. Þannig að mér fannst mjög gott að sjá það hreinlega standa. Og eins hef ég heyrt þetta með að byggðin yrði á bensínstöðinni sem er nú ekki söknuður af. Og á Hálendisbraut 12 þar er hjólabúðin Berlín núna og bensínstöð. Þannig að mér finnst það bara frábært að það fækki bensínstöðum í hverfinu okkar. Ég er bara fullkomlega sammála og mér finnst einmitt líka bara mjög ánægjulegt að sjá þessar breytingar að þarna kom inn almenningsgarðurinn. Einmitt, ég veit ekki hvort að sigurinn sé unninn bara og kannski óþarft að vera bókar. Já, mér finnst Afsakið, hérna er ég að varpa bara upp, þetta er svona yfirleitir athugasemdir sem bárust í dragafasanum og svör við þeim. Hérna má sjá. Útisvæði þjónusta hana. Já. Já, mér finnst það alveg vera valið punktur að þetta sé bara komið og ég held kannski að okkar svona barátta og líka íbúa samtakana og foreldraráðana, bara samtakamáttur íbúa hafi skilað heilmiklu að því leyti að þarna er komið bara almenningsgarður og það er ekkert hægt að taka það af neinum eða stendur þarna í þeirri tillögu sem að verði væntanlega samþykkt að það eigi að vera þarna almenningsgarður. En þá skiptir þetta máli að það sé ekki bara, 1/5 af rýminu, þessu græna rými, þetta verður bara svona einhver lítill róluvöllur. Almenningsgarður í okkar huga er alveg svolítið stór. Þannig að þetta bara, ég skrifaði undir bókunina eða neitt svoleiðis, ég vildi bara velta þessu upp, hvort að við ættum að leggja áherslu á þetta eða bara segja þetta gott, við fáum væntanlega þau íbúaráðið, þau sem kunna sitja í því, fá væntanlega svo einhverjar upplýsingar þegar að deiliskipulag liggur fyrir eða ég held að sé einhver samkeppni í gangi eða hvort það er þá vinningstillaga eða hvað það verður. Þannig að við hljótum að fá nánari upplýsingar síðar ef að láta það bara gott heita. Já, er það ekki bara? Ok. Hver annar með aðrar skoðanir? Þetta er bara mjög flott. Gott mál. Bara þá, já, ég meina þið sjáu þarna númer 12, það er þessi reiti þarna. Hálendisbraut, Stóragerði, Framsvæði, Miklabraut í Stokk, Kringlan og Múlar Suðurlandsbraut og við erum búin að fjalla mörg af þessum svæðum, ef ekki flest á fyrri fundum. Þannig ég held að sé svo sem ekkert annað og ef að fólk hefur sérstakann áhuga á þessum breytingum og aðalskipulagi þá er þetta
þótt nú sé ansi stór og ítarleg þessi skýrsla, að þá þetta áhugaverð lesning, alveg feikilega áhugaverð lesning og vel framsett og skýrt og alveg þess virði að prenta út ef fólk vill eiga, sko. Heyrðu mig, þá ætla ég bara að láta þessum lið lokið og ganga til 4. liðar á fundinum. Það er erindi íbúa í hverfinu sem er barst í tölvupósti gönguljós við Kringlumýrarbraut og Listabraut til framlengingar. Og eins og þið vitið öll að þá höfum við oft fjallað allavega tvisvar ef ekki þrisvar á okkar fundum akkurat svona erindi. Fólk blöskrað að geta ekki komist yfir á grænu ljósi. Þetta er svona algjörlega the basics. Maður bara geta komist yfir á grænu ljósi þess einhvern veginn að missa móðinn. Og þannig ég hef mikla samúð með þessu erindi. Og þetta sé einhvern veginn tiltölulega lítið að þá þegar fólk að fara reglulega yfir og ergja sig á sama hlutinum. Við erum búin að senda og við höfum fengið svör áður þennan, þetta heitir ekki losunartími, það heitir eitthvað annað. Munið hvað það heitir? Þetta er tími sem það kemur rautt og það er eitthvað svona eins og losunartími en heitir eitthvað annað. Er það ekki Rýmingartími? Rýmingartími? Já, rýmingartími, já. Það er skemmtilega orð. Já, einmitt, sem einmitt er eitthvað sem að börn einmitt hafa alveg sést, já, þarna er rauðikallinn, þetta er rýmingartími. Börn er ekki alveg að tengja við og það er líka það sem að stuðar mig persónulega. En ég tók af skarið og skrifaði þetta bókun, ég sendi hana ekki, gerði það bara áðan. Ég á ekki von á því að við verðum, þetta verði eitthvað deilumál inn í ráðinu og gerði svona frekar ráð fyrir að við værum tiltölulega sammála að bóka út af þessu brýna og ég einhvern veginn var svolítið mætt þegar ég talaði heim og sagði að þetta er bara svona enn eitt erindið ofstutt græn ljós og þá sagði Heimir mjög spakur, já, dropinn hola steininn, þannig að við bara höldum áfram að bóka þetta og kvarta og þá kannski einhvern tímann segir einhver eitthvað, heyrðu, já, þau eru alltaf að Þú fengið bókunni? Í ráðinu. Hvað segirðu? Sorry, ég held ég var að mute, en við vorum ekki að fá bókunni upp. Já, Heimir. Þannig að þetta er bara svona drög á bókun og ef þið eru ef þið viljið gera athugasemd til að breytinni þá er það alveg sársaukalista minni alveg. Er eitthvað erfitt að stilla þessi ljós lengja þennan tíma? Já, það er það vegna þess að þetta miðar allt við akandi umferð og sú akandi umferð miðar við umferðarflæðið í borginni og ef að það er lengt græna ljósi þá er flæðið skert. Það er nú málið, þannig að þetta er alveg svolítið vesen. Þannig að þetta snýst ekki rýmingatíman, þetta snýst bara flæði. Nei, rýmingatíminn er bara, það kemur grænt og svo kemur rautt og þá er það ætlast til þess að þú farir yfir og klárir götuna, það er ekki ætlast til að stoppur á staðnum. Þú veist, út af mér í götu eða eitthvað. En bara íbúar að benda það að þá er þessi rýmingatíma komið upp allt og snemma. Og fólk er ekkert að átta sig alltaf á þessu fyrirbæri rýmingatími. Vantar ekki bara eitt R inn í háleitibústaðir eða hvað? Annars er þetta bara mjög látlaus bókun og fín. Heitir hverfið ekki borgarhluts háleitibústaðir eða er það bústaði? Það myndi hjálpa að það væri klukka það sem fólk sæi hvaða sekúndur það hefur til að fara yfir. Já, sjálfsagt myndi það nú þykja of dýrt að setja það upp allstæðan. Það mætti nú allavega að gera það þá á svona kannski stærstu og umferðar þyngstu gatnamótunum. Mér finnst það líka bara skipta máli að það er bara einkenni þessi borgarhluta þetta eru bara eins og jökulvötn þarna
þessar götur allar, Bústaðavegur, Miklabraut, Kringlumýrarbraut og Hálendisbraut, þessi rammi í kringum bæði öll hverfin, rosalega þétt og mikil umferð og þetta skiptir máli að fólk komist yfir Er spurning, Dóra, að setja inn í þetta íbúðaráðuneytið hefur ítrekað borist umkvartanir íbúa og þetta bersýnilega Já, endilega, mjög fínt. Staðan fyrir íbúðaráðið hefur ítrekað bent á þennan vanda að segja frekar íbúðaráðinu hefur ítrekað borist ábendingar og þá íbúðaráðinu, ekki íbúðaráðið. Já. Og setja sem bara og hérna eftir hálendi bústaðir að setja hérna og því nokkur ljóst að þetta angrar íbúa hverfisins töluvert. Já. Ég myndi sleppa nokkuð bara og hafa þetta, þú veist, alltaf að reyna að hafa þetta stutt og því ljóst að þetta angrar íbúa hverfis og sleppa bara töluvert. Þetta angrar íbúa hverfisins. Og þá er borgarlíta sem rammaður inn af umferðarþungum götum, þá má það fara einhvers staðar annar. Hálítið bústaðir, færðu þá setninguna í borgarhluta sem er rammaður inn á umferðarþungum götum og eftir hálítið bústaðir og hafa bara komið, bara svona millisetning og því ljóst. Ok, flott. Þá vantar bara að koma á eftir umferðarþungum götum. Gott mál. Öll sátt við þetta? Flottir. Líka bara ánægilegt að geta bent fólki á sem hefur samband að við erum að bregðast við, Heyriði mig, þá er þetta bara einfalt og þetta skotgengur hjá okkur. Þá er það 5. liður á dagskrá sem mér finnst svolítið spes vegna þess að ég var bara ekki almennilega að fatta. Þetta er hraðamælingar á Hálendisbraut og við höfðum kallað eftir þessu eins og ég mundi, maður manuði þetta ekki alltaf alla hluti. En eins og ég hafði munað eftir þessu var að við höfum óskað eftir hraðamælingum í því samhengi að það yrði dregið úr hraða í hverfinu með einhverjum hætti. En allavega fáum upp þessar hraðamælingar og það sem ég vek, ok, maður ekki kannski bara vera alltaf eitthvað voðalega ósáttur við það sem maður fær, en þetta eru 100 bílar á 3 korterum milli 2 og korter í 3 og mér finnst þetta bara ekki gefa raunhæft yfirlit. Þetta verður einhvern veginn að vera, þú veist, ég veit það ekki, á rush-hour á morgnana, þú veist, fínt þetta miðjandaginn, svo seinnipartinn og svo kannski, ég veit ekki, kvöldin. Það verða að vera einhverjar 5-6 mælingar. 100% sammála, Dóra. Já. Þetta er alveg... Ég skil ekki bara akkur að vera að senda manni þetta, ég meina... Má ég fylla þessu upp í þetta? Já, ok, ég er svolítið neikvæð fyrir geði. Þau hjá skrifstofu samgöngustjóra, þau sendi mér þetta að ykkar beiðni, en þar kom fram að þessi færanlegi mælir sem þau eru með, hann var eitthvað leiðilegur og er eitthvað leiðilegur. Og það stendur til að fara í ítelari og mæla lengra tímabil. Það fylgdi þessari sendingu. Svo því sé haldið til haga. Ok.
Já. En já, ok. Þannig að ég skal pakka allir minni neikvæðni saman. En þú veist, ég held að þú veist, í ljósi þessa þá skulum við ekkert vera einhvern veginn að kvarta, þetta sé nú bara alls ekki nógu gott og eitthvað. En þarna er leyfilegur hámarkshraði 50 km á klukkustund. Mér finnst eiginlega bara, það er ekkert fyrir okkur að gera við þetta. Nei. To be honest, að Já. þá bara verðum við eiginlega bara að sýna þeim skilning að græða hjá þeim sé ekki í góðum gýr og bara sýna þolinmæði og vonast til þess að fá betri mælingar síðar. Já, það var einmitt það sem ég var að velta fyrir mér, þú veist, hvort við ættum eitthvað að bregðast við með að bara segja, þú veist, halló, þetta er ekki nóg gott, en ég held við ættum ekkert að vera að gera, þú veist, þetta er einhvern veginn bara svo lítið, ég held við ættum ekkert að vera að gera það neitt með formlegum hætti, heldur bara svona biðja Heimi að benda á það bara í róuna eða kurteislega að okkur hafi nú ekki þótt þetta vera, hvað maður að segja, fullnægjandi. Er það ekki bara, Heimir? Getur ekki bara blikkaðu með þetta? Ég skal blikka þig. Já. Heyrðu mig, þá segjum við það bara. Þetta er nú svona ekta, held ég, fundur bara rétt fyrir sumarfrí. Tiltölulega einfaldur fundur, það er engin sérstaklega þungt mál nema þetta aðskipulagið sem er stórt og mikið, en við erum búin að fara í gegnum þessar breytingar nokkrum sinnum og það var ekkert svona nýtt og sérstakt þar. Þannig að næsta mál á dagskrá er málefni hverfisins. Það er engin, ég kíkti nýlega á póstinn Heimir, Heimir, er nokkuð í pósthólfunni? Ég hef því miður ekki aðgangaði núna. Nei. Nei, eitthvað að gerast á Facebook? Nei, allt í bara rólegheitum. Já, það er bara allt svona sigla niður núna yfir summer mode. Þannig að ég held að við segjum bara þessum sjötta lið málefni hverfisins lokið. Má ég aðeins? Já, fyrirgefiðu. Það var íbúi sem hafði samband við mig við Seljugerði. Já. Það er þrenging á þessari götu. Svona 2 staurar. Fólki er mjög óánægt með þetta og er búið komið eitthvað undirskriftalista að vilja losna við þetta. Já, þetta er ég bara komist á framfæri þannig að þetta vita af því að það virðist vera í þessari götu mjög mikil óánægja með þetta. Já, ég að vera slysahætt af þessu. Nákvæmlega. Já, nú ætlum við ekki að skjóta sendibúðan, Hilmar. En þetta er bara eitthvað ótrúlegt eilíðamál. Munið ekki þið vorum að ræða á fyrstu fundunum steipuklumpana. Þetta er það mál. Ég er búin að skoða einmitt, það er búin að setja mjög góðar þrengingar þannig að fólk á ekki geta komið að döðasiglingu niður gangstíginn á hjóli eða eitthvað Nei. Og síðan var konan sem þessi þrenging er Nei, síðan var konan búin að hún heitir Lilja eitthvað búin að bjóða íbúanum upp á einhverjar lausn og þar með talið, sá ég í pósti, þar með talið að fjarlægja minni mig þessa stólpa og síðan frétti ég ekki af því meira manstu hvað hún heitir Heimir? Guðbjörg Lilja. Guðbjörg Lilja, já. Já, ef þetta er þetta sama mál, þá átti þessu íbúar fund með henni og... Já, það er svo langt síðan það var, Það var fyrir ári síðan. Ég hef ekki heyrt meira af því, meira af framgangi þessa máls. Hérna er ég með póst frá Guðbjörg og Lilju, Sælar Ingibjörg og Lilja. Þetta er frá því í mars núna. Þetta er nýjasta sem ég hef frétt.
Í Viðengi er samantekt öryggisúttektarinnar á mótum stígsins og gatnanna Viðgerðis, Seljugerðis og Hlynggerðis. Niðurstaða úttektarinnar það er ekki ásættanlegt með tilliti til umferðaröryggis að taka einari burtu án þess að það komi eitthvað annað í staðinn og úttektin mælir í raun með auknum aðgerðum. Byggt á þessari úttekt og þeim fjárhagsramma sem við leggjum við fram 3 eftirfarandi tillögur að breytingum sem eru þá núverandi eyja austan hverrar götu er fjarlægð en í stað verði málað bannsvæði sem svarar til þess svæði sem úttektin leggur til að sé tekið frá austan gatna í tillögu 2 og núverandi eyjur haldið sig en til viðbótar er bann við því að leggja 10-12 metra til hvorrar handa frá gönguþverun og já, og svo er verið að vísa hérna, ég get svo sem alveg sendi ykkur bara þennan póst, á ekki bara að gera það. Ég sendi ykkur bara því að þetta er PDF-skjal sem fylgir með og og þá eru þið með sem sagt nýjustu upplýsingar þetta mál og þú líka Hilmar að þú ert að koma með þetta upp og bara sjálfsagt og þú vitið þá hverja nýjustu vendingarnir eru. Það sem hún segir svo í póstinum er hún biður viðbrögð en ég lít svo að þið séu fulltrúar allra íbúa gatnanna, þessi Ingibjörg og Lilja sem hafa haft sem mest í frammi og ég treysti því að þið ræðið ykkur á milli og látum mig vita hvað öfuntöldum íbúum gatnanna hugnast best. Þannig að á ég ekki bara senda þetta áfram á ykkur þannig að þið vitið þetta þannig að ég vil endur þetta sé klárað einhvern veginn ef þau hafa ekki brugðist við og við getum tekið þetta bara upp á ágústfundinum þá eru þau búin að koma með þessar upplýsingar. Ég skal líka í millitíðinni bara senda póst á Guðbjörg og kanna það hvort eitthvað nýtt hafi gerst. En þetta er svona eilíða mál. Ekki bara. Flott, ég geri það. Ykkur til upplýsingar, þá fann ég frétt þessar leikskólarútur og þessar færanlegu stofur. Ég sendi ykkur hann í chatinu, þannig að þá getið forvitast nánar. Ég fann þetta ekki í skjótu bragði í fljótu bragði í fundagerðin skóla og frístundaráðs. En ég var svo erfitt með að vera að leita hérna þegar ég að deila gögnunum miðjum fundi, en þarna er allavega einhverju upplýsingur að finna. Ekki? Frábært. Já. Ok, flottur. Ég var búin að finna hérna. Já, G-beta. Ég þá að senda ykkur þennan póst sem að frá henni Guðbjörgu Lilju og ég spyr hana hverja vendingarnar hefur verið, getum tekað þessu svo aftur á miðvikudaginn í ágúst. Eitthvað fleira sem þið viljið nefna málefni hverfisins? Mér heyrist ekki. Þá er 6. lið lokið og ég ætla ekki að slíta fundi eins og ég vun að gera bara alltaf fljótt heldur. Við ætlum að býta fundagerð. Þannig við ætlum að fara á loftinu. Jú, við ætlum að fara á loftinu þegar ekki, já. Já.